Velkomin hann Ólaf Kristjánsson frá Netkynningu sem ætlar að fræða okkur allt Google Maps og sem að við svona og heimurinn er að giska á að því að Google Maps nú í öllum tækjum að Google Maps fara í svona fljótlega að íta TripAdvisor aðeins út af vagninu. En Óla, þú kominn inn? Já, vonandi bara heyrist sæmilega í mér. Mjög vel. Bara takk fyrir flotta kynningu og gaman að sjá okkur, stór hópur. Og svo ég segi nú kannski aðeins að sjálfum mér að þá hef ég verið síðustu árin að framleiða kennsluefni undir merkjum netkynningar. Þar sem ég að búa til kennsluefni fyrir Microsoft 365, fyrir Landspítalann og Sjúkrahúsið á Akureyri og mörg fyrirtæki og stofnanir. Og svo hef ég verið haldið upp í svona kennsluvef undir netkynningu þar sem ég að kenna á Google og hefur að nota mikið Google náttúrulega sjálfur og bjóð svona til kennsluefni sem eiginlega öllum opið. Það bara hérna undir netkynning. Nú, það sem ég langaði að sýna það og ætla að fjalla það hvernig við notum Google Maps. Og eins og komst að orða áðan og þá TripAdvisor, flestir náttúrulega þekkja vel TripAdvisor en Google svolítið komið með gríðarlega stóran gagnagrunn þar sem að fólk að setja svona athugasemdir á þjónustu, það alveg sama hvað þjónusta það þarf ekki endilega að vera ferðaþjónusta, það getur verið bara hvað sem bara bílaverkstæði þess vegna. Þannig að TripAdvisor sem hefur verið svolítið ferðaþjónustu tengt eða svona upplifun á veitingastöðum að þá hefur Google svolítið verið að fara inn á það og fólk svolítið að skoða þetta og þess að segja svona og vill koma framfæra það rosalega mikilvægt að fólk skrá allar svona upplýsingar og ef það einhverjar athugasemdir settar inn í kerfið hjá ykkur á Google Maps að endilega svara því þá. Þannig alveg sem maður gerir bara á TripAdvisor. Nú, samkvæmt síðustu svona upplýsingar sem ég skoðaði með Google Maps að þá eru það bil 2 milljarðar notenda og 2 milljarðar notenda bæði beinir og óbeinir notendur á Google Maps. Miklu meira heldur en TripAdvisor Og þegar ég segi svona beinir og óbeinir þá eru rosalega mörg fyrirtæki, hugbúnaði fyrirtæki sem að nota Google Maps sem layer undir því sem þeir eru að gera. Flestir kannast náttúrulega við Booking.com og þeir nota Google Maps sem svona layer undir það sem allt sem þeir eru að gera. Þannig að getur þetta ímyndað ykkur stærðin á batterinu Google Maps. Síðan að koma inn á Google Maps þar sem þá tengist á símanum öllu heldur, að þeir sem eru að nota Android eða iPhone, að þeir sem eru með Google Maps, að þá þetta að nota svokallega Street View og svo augmented reality, eða Google AR. Ég veit ekki alveg hvað margir þekkja til þess, en þá hægt í rauninni, þetta virkar allavega suðvesturhorninu og erlendis, eða út í útlöndum, að þá hægt að taka síman svona lóðrétt upp og horfa á kortið og þá í rauninni fáið myndina það sem þið eru bara beint í gegnum síman nema þá þetta staðsetja þar að segja að við sjáum í símanum hvert vegum að labba. Við viljum nota þetta sem svona bæði göngu eða aksturs tæki að þá þetta augmented reality alveg gríðarlega öflugt og flott. Þannig að þetta náttúrulega segir bara það að það eru svo margir og örugglega miklu fleiri eftir að fara að nota Google Maps. Nú hvernig maður skráir sig inn í þetta, það er mjög mikilvægt að vera með einhvers konar skráningu og það dugar í rauninni að vera bara með einhvern aðgang, eitthvað Gmail og þeir sem eru með það, víst ég við að flest ykkar eru með það, að þá gefur það ekki bara aðgang á Google Maps, það gefur líka aðgang á Google Drive og það gefur á YouTube og það gefur á Gmail eða sjálfsögðu og svo fullt af öðrum hluti sem að Google að bjóða upp á. Þannig og eitt af því náttúrulega Google Maps. En til þess að hafa einhverja stýringu til þess að maður með ferðaþjónustu sem maður á, að þá mæli til þess með því að vera með Gmail sem að tengist á ferðaþjónustunni, búa bara til eitt fyrirtækja Gmail sem að getur eins og hjá mér kannski netkynning.is, að þá ég með olafur@netkynning.is, það bara netfangi mitt á vinnustað, en síðan ég með á Gmailinu þá bara g.netkynning.gmail.com svo ég hafi stjórn af því sem að gera allir með opnunartíma og aðra upplýsingar sem ég vil hafa á Google Maps. Og svo bara spurning hvort ég ætti ekki að fara að skipta yfir á forritið til að sýna þetta svolítið. Þannig að ef þú myndir ykkur gefa mig bara host. Þannig að þá get ég sýnt að sjá svona.
Sést þetta ekki sameiginlega hjá mér? Ok, þið sjáu þetta kortið það ekki? Ljómandi vel. Flott. Það fá mér þetta smá vasklæs eða þorna allir upp. Sjáu þetta logo hérna, þetta er orðið antík. Ef einhvern kaupa þessa könnu þá er þetta sölu. Ok, hérna er ég með Google Maps og við erum bara á kunnulegu svæði hérna. Og ef við skoðum, ég kalla alltaf hérna hamborgaramerkið, hérna, að hérna erum við með stillingar og sem dæmi að flestir nota íslenskuna og ég setti þetta nú viljandi á ensku til þess að geta sýnt hvar maður breytir tungumálinu. Þannig að ef við förum á hamborgarna hér þá getum við farið hérna undir í tungumál hérna til þess að breyta þessi yfir íslensku. Þegar fáum við þennan lista hérna upp og finnum hérna einhvers staðar íslenska. Þetta er svo smátt hérna hjá mér, þannig að varla ég sjá það, hérna íslenska og þá er ég bara komið þetta á íslensku. Svona einn útúrdúr, það er þegar þú ert með Google Maps í símanum að þá, þegar maður er að leita, þá kemur mynd af míkrafón hérna og ef þú ert með þetta í símanum á íslensku líka, að þá er þetta að smetla á míkrafónin og tala bara, ef ég myndi segja bræðratunga 32, Kópavogur, þá myndi ég í rauninni skrifa á íslensku hérna inn, þá þarf ég ekkert að, ef ég væri með enskuna þá gæti ég það ekki, en þá þarf ég ekkert að skrifa neitt lengur, þá get ég nota míkrafónin bara í símanum. Nú, síðan ef við skoðum hérna, að þá, tökum bara eitthvað svæði það, ég ætla að fara hérna inn á, maður sjá, hérna, maður sjá, hérna er ég kunnur auðkúla, skoðum þetta, að þegar maður smellir á viðkomandi fyrirtæki sem er skráð, nota bene, að þá fáum við upplýsingar hérna vinstra megin og hérna er rosalega mismunandi hvernig fólk fyllir út upplýsingarnar, eins og til dæmis hérna sé ég strax að auðkúla er loka tímabundi, hvort þetta sé þá ekki bara opið á sumrin, en þannig að hérna er búið strax að setja upplýsingar það að það sé lokað. Ég get aftur á móti, getur hver sem er, smellt hérna og gera breytingatillögu, þannig að ég get sem notandi sett inn breytingatillögu hérna, en þar sem ég er ekki eigandann að reikningnum, að þá þarf viðkomandi sem á auðkúlu, Alibein, hann fara að samþykkja þetta. Þannig að ef hann aftur á móti inn á sínum eigin reikning fær inn á þetta, þá þyrfti hann að geta samþykkja eitt en eitt, hann getur bara breytt í hér. Þannig hérna er voðalega auðvelt að gera breytingar á því sem maður á. En ég er líka að segja að það er líka hægt að breyta fyrir aðra. Ef mér finnst eitthvað ábótavant eða ég kannski vil hjálpa til, þá get ég gert það en viðkomandi sem á hann verður að samþykkja. Nú, talandi það að það sé hversu mikilvægt það er að vera með skýrgóðar upplýsingar reksturinn sinn, að þá sjáum við strax að þegar ég er hér, að þá er ég með svona pop-up glugga eða glugga hérna uppi, til dæmis ef ég ætla að fara að fá mér að borða einhvers staðar á hellu, þá get ég, og þetta miðast við það í rauninni þegar ég er búin að þysja inn eða zooma niður á hellu í þessu tilfelli, að þá get ég smellt þetta veitingastæður og þá á það bara við svæði sem ég er búin að stækka upp. Þannig að hérna fæ ég bara upp veitingastæði og gefum okkur upp að ég vil fá einkunn. Hérna, þeir sem er að gefa hæstu einkunni, ég get tekið það og þarf að greinda þetta þannig að ég vil fá bara upp veitingastæði sem eru með 5 stjörnur eða 4 stjörnur. Þannig að þá er svo mikilvægt að vera með góða þjónustu og reyna að fá sem hæstu stjörnur. En þannig að ég bara sýna svona hvað þetta er svona aðgengilegt orðið og mikilvægt að skila góðu frá sér. Eins ef ég ætla ekki að nota einhverja þá get ég líka að fara í afgreiðslutíma og bara hvað er opið. Þá sjáum við hvernig þetta kemur upp hérna. Og talandi að hafa opið, sjáum við til dæmis þennan stað hérna, gististaður eða hótel, að við sjáum að ef ég skoða þetta bara hérna, að hérna er sett inn, maður sjá, hvað var þetta? Og hérna getur maður bara strax byrja að bóka og það var á að vera hægt að sjá líka opnunartíma og annað slíkt. Og þetta í rauninni bara, þú veist, allt sem er á bakvið, í hvers skipti sem smellir, allt sem er á bakvið, það er bara hérna í þessum glugga hérna. Þannig að við skoðum eitthvað annað hérna sem dæmi, River.
að þá sjáum við að hérna innritunartími 14, brottfarartími 10, hérna eru svona ýmsar upplýsingar, það er að fara beint inn á vefsíðuna og hringja, þannig að ef ég til dæmis með þetta opið í farsíma þá get ég rauninni bara smellt hérna og hringt strax í gegnum þetta viðmót hér. Þannig að það er mjög gott að hafa allar upplýsingar mjög góðar. Ég er alveg tilbúin að taka einhverja áður en held áfram hvort það sé einhver sem er með spurningar. Má ég spyrja? Ykkur endilega, láttu vaða. Hérna, ef ég er ekki skráður þarna inn, ef ég er bara ekki til inn á kortinu, Já. ber ég mig við að verða til? Þetta góð spurning. Ég ætla að búa til nýja glugga hérna. Svona, sést hann ekki? Jú, hann sést. Ok, bara það þekki allir þetta, ég þarf ekki að útskýra þetta neitt. Hér get ég rauninni bara farið og skrifa í leitarvélina add new Google account. Ég held að sé örugglega að skrifa á íslensku með þess að búa til nýjan Google reikning. Bara aldrei gert það sko. En ef ég á reikningin, ég ætla bara að búa milli staðinn í raun og veru. Já, ég held að vera bara að biðja að búa til reikningin. Ef þú ætlar að búa til stað, að þá gefum okkur upp að ég er með hundapössun á Hellu og ég er bara með staðsetninguna hérna, ég teki bara einhverja random hérna staðsetningu. Sjáum við að því meira sem ég zooma hérna inn, þá sjáum við hérna með þessu húsin sem eru hér. Ég get alltaf farið hérna í þetta viðmót hérna og skoða þetta svona. Og takið eftir að þetta hefur, núna bara upp á síðkasti hefur þetta verið að taka miklu breytingum, þetta viðmót hérna undir, þar sem ég skipti yfir úr svona teiknuðu korti yfir í bara ljósmyndakort, gervihnattakort og ef maður smellir hérna meira, að þá sjáum við að við getum farið í COVID-19 upplýsingar út allan heim og við getum farið í það sem eru eldar einhvers staðar, þá er þetta allt orðið merkt inn og það er að bæta stellingur í viðbótarna. Og bara eitt að, til þess að þið viljið sjá hérna lifandi upplýsingar umferð, þá er það komið hér umferð. Ef ég smetla á þennan, zooma aðeins út og þá sjáum við núna akkurat í augnablikinu mjög greiðfært hérna, nema aðeins hérna við hringtorkið sjáum við því. Aðeins út úr hérna. En ég ætla að halda mig við þetta hundadæmi. Ég ætla að vera einhvers staðar hérna. Ég ætla að fara bara í þetta kort hérna. Vera einhvers staðar á þessu svæði. Það sem ég geri, ég hægri smelli. Það er reyndar hægt að fara hérna inn og byrja því að fara og maður sjá hvað er þetta, bæta fyrirtækinu þínu við, þú getur smellt hérna, en best er að hægri smella bara það sem fyrirtækið er. Hægri smella hér og bæta fyrirtækinu þínu við, hérna. Náðu þessu. Nú hérna kemur bara nafn fyrirtækis, svona. Og flokkur, sé bara hundagarður hérna, ég er svona aðeins að fara hratt yfir þetta. Nú síðan þegar maður er búinn að fylla hundapössun, hundagarður, þetta er bara hvaða flokkur þetta er, þá held ég áfram. Nú viltu bæta við staðsetningu sem viðskiptavinir geta heimsótt eins og verslunarskrifstofu. Takið nú eftir því að þetta kemur allt upp á íslensku núna af því að ég breytti því áðan. Þannig að ég ætla að segja þetta já hér og held áfram. Nú hvert er heimilisfangið? Eiríkur, getur þú hjálpað mér hérna? Hvaða heimilisfang á að setja? Þú varst upp í Heiðvang á það, þannig að segjum bara Heiðvangur 10. Svona kemur hérna að hjálpa mér, Heiðvangur 10 Hella og það var, postnúmer á Hellu var aftur hvað? 850. Svona, og svo held ég, þegar þetta er bara komið, þá held ég áfram. Nú ef það er eitthvað meira sem þarf að koma frem í heimilisfanginu, þá getið þið bætt í línu hérna. En ég ætla ekki að gera það. Svona. Þetta bara leiðir mann áfram. Já, þetta er nefnilega ákveður það sem þetta gerir. Þetta leiðir ykkur alveg áfram og hérna get ég rauninni, bara, ok, við vorum búin að setja þetta númer 10, þetta átti að vera hérna uppi, en við leiðum þessu bara að vera hér. Og ég held áfram. Maður sjá.
þú getur sko hérna, ef ég sjáum munin, þegar takt eftir að hendin svona til að draga kortið, ef ég fer hérna yfir, þá get ég fært þetta til. Sem alveg mjög mikilvægt, sérstaklega ef maður kannski... Má ég aðeins spyrja, sko, lenti það ekki þarna vegna þess að Eiríkur sagði heiðvangur 10? Jú. Hefur það ekki bara sett sig nákvæmlega á heiðvang 10? Getur það ekki verið? Heiðvangur 10 örugglega, sko, sérðu? Hérna, einhver staðar. Þannig við skulum bara, að því að ég var búinn að setja, það svo gott að, sko, þetta útskýrir sig ekki alveg sjálft að geta fært þetta til, en það mjög gott fyrir ykkur, sérstaklega þegar maður kannski út á landi eða sem bara einhver eitt vegur og maður þarf að staðsetja sig mjög nákvæmlega, þá mjög gott að fatta það að hendin dregur kortið, en þegar maður fer yfir, þá getur fært til bendilinn. Ég ætla að vera henni í endanum. Og ég vil spyrja, ég nefnilega hef lent í þessu sko, ég hérna í Þykkvabænum, að punkturinn lenti ekki alveg á réttum stað og ég búin að vera að reyna nokkru sinnum að koma hlöðueldhúsinu á réttan staði. Mér finnst það hoppa alltaf yfir í eitthvað aðeins útsér. Þá væntanlega þegar þú færður eitthvað sambarilegt, ef þú vilt breyta staðsetningunum, þá færður eitthvað svipa viðmót, prófaðu þá að fara með, sérðu, maður verður að fara akkurat yfir til þess að draga, annars dregst kortið. Já. Svona, þú bara prófar það þegar þú ferð það. Þannig nú ætla ég að halda áfram. Sett bara já hérna. Hérna ætla ég ekkert að bæta neinu við, það má halda áfram þó maður fyll ekkert inn í þetta. Nú símanúmer, það rosalega gott og mikilvægt að hafa símanúmer. Ekki setja, það þarf ekki að setja svona, af því að það búið að gera það hér. Þannig að ef ég vill vera með ef ég með einhvern annan síma sem kannski tengdur eitthvað öðru landi, þá bæti ég því náttúrulega sjálfsög hér við, en þetta í rauninni 354. Nú, minn persónulegi sími svolítið flottur, það svona. Og núverandi slóð vefsvæðis, nota mitt bara eigið hérna. Nú, þeir sem eru ekki með vefsvæði, kannski verið að búa til eða ekki búin að ákveða hvaða verður, þá bara að haka hér. Og þá sjáum við að þetta verður þá bara slökkt. Svona. Svo held ég áfram. Nú, staðfesting tókst. Nú, hérna sjáum við bara, hérna fær maður þetta bara íslensku. Þú getur stjórnað hundapössun á Google með því að nota olafur1967@gmail.com sem er reikningurinn sem við erum núna að vinna út frá. Aðeins þú og reikningur sem getur þetta bara útskýrir sig, svo held ég bara áfram hérna. Smelli hérna. Og þá þetta sem að mér finnst mjög mikilvægt, ef þið eru með afgreiðslutíma, að setja hann inn. Þannig að ég ætla að vera bara hérna á mánudögum, frá klukkan 9 til 17. Svona. Og það þetta að hafa þið sjáu að þeir sem eru með opið mánudag, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag og föstudag, þá þarf að setja það allt inn hérna. Þetta nefnilega að bjóða okkur upp á það, ef ég með rekstur sem opinn á mánudagum og svo bara á föstudagum, þá þetta að hafa þetta svona. Þannig að hérna get ég sett í rauninni hvaða tíma sem hérna, til þess að, og þeir sem vilja hafa lokað á laugardögum og sunnudögum, þá það bara lokað, annars opið. Þannig að ég ætla að halda áfram hérna. Og ég, endilega ef þið viljið, þá megi ég spyrja, það truflar mig ekki. Það halda áfram. Nú gera viðskiptunum kleift að senda fyrirtækinu skilaboð, að þá það endilega að leyfa það, að senda skilaboð. Og þá myndi það sennilega, ef ég skoða þetta eitthvað, að þá myndi þá vera hægt að setja upp einhver skilaboð ef maður vill setja skilaboð einhvers staðar hérna í þessu formi. Svona, og svo áfram. Nú, hérna get ég skrifa síðan bara ágætis lýsingu og ég hef hérna, þetta stendur hérna, 750 bil, eða innsláttar lykla. Þannig að ég get sett 750 stafi.
og ef við setjum bil, þá það stafur. Svona. Nú, það má sleppa þessu og halda bara fram. Og svo það næsta, það að setja ljósmyndir. Og það bara með því að bæta við myndum, og þá þetta að smetla bara hérna og sækja myndir úr tölvunni. Það má líka bara bíða með það, ef maður kannski ekki tilbúin með myndir, þá þetta að gera það seinna. Það má gera allar þessar upplýsingar sem eru hérna inni, þá má alltaf líka, ef það í boði að sleppa því, þá þetta að gera þetta allt saman seinna. Þannig að það ekki halda það að þið megi ekki setja myndir þó þið farið fram hjá þessu, en það sé aldrei hægt að setja inn myndir. Og það nefnilega líka þeir sem eru að heimsækja ferðaþjónustu eða eru í viðskiptum við ykkur, að þeir geta líka sett inn myndir. Og ég ætlaði bara að sleppa því hérna. Ég ekki með einhverja myndir úr hundabössunni. Nú, ef maður vill nota, Google að bjóða hérna 80 € ókeypis auglýsingainneign. Þetta svona að vera að reyna að koma mann af stað til þess að auglýsa reksturinn sinn hjá Google, af því að þegar maður fer á staðan á borða, þá er maður örugglega að fara að eyða meira heldur en 80 €, en þeir bjóðu upp á það. Nú, ég get þá bara smellt hérna, sækja inneign. Ég ætla að sleppa þér reyndar hérna. Nú, þá prófíllinn bara nánast að vera klár. Og þá í rauninni komin sem, þetta svona, hérna svolítið kraðaga upplýsingum. Og hérna ég bara komin á, inn í mitt viðmót, þar sem ég að vinna með upplýsingar á Google Maps. Og hérna ég rauninni bara með það sem ég var að búa til. Þannig hérna getur maður farið og sett inn alls konar upplýsingar að maður þarf að bæta við. Mér langar að fara úr þessu. Einhverja spurningar núna, því ég ætla að fara að yfirgefa þetta. Ég held að þetta sé nú orðið gott. Eina sem ég var að sýna þarna, þetta leiðir okkur svolítið áfram. Ég má koma aðeins spurningu. Til dæmis ef að maður með gistingu sem á nokkrum stöðum, sem sagt, það kannski einhver vegalengd á milli staðana sem maður með gistingin á. Já. Og maður ætlar að setja staðsetningu á alla þessa staði, kannski 4, 5 eða 10 staði. Já. Hvernig gerir maður það? Já, ef þú ert með margþættan rekstur, það að segja, þú ert með marga staði, þá gerur þetta eiginlega bara alveg eins og ég gerði þetta með hundapössunina. Það að segja, ef ég væri með hundapössunni á Hellu og svo í Reykjavík og svo í Ísafirði, þá get ég rauninni bara smellt á þann stað og farið aftur í gegnum þetta. Þannig að ég sem notandi af þessu reikning get verið með margar staðsetningar. Þess að mörg fyrirtæki. En samt inn á þessum sama prófíl bara? Já, inn á sama prófílum. Já, ok. Og það fer ekkert á millumáli, ég ætla bara að því ég skráður hérna inn á netkynningu og þá get ég, að því ég ætla að finna það, þá fer ég bara hérna í leitarvélina. Ég hérna stattur, þið sjáu hvar ég stattur hérna. Þá get ég alltaf skrifa hérna netkynning og svo kemur hérna í rauninni bara niðurstaða og þar sem ég eigandinn af þessu, að þá get ég í rauninni farið bara að gera breytingar hérna, af því að hérna á ég netkynningu. Ef ég væri með netkynningu einhvers staðar annar staðar, á fleiri stöðum, þá myndi ég í rauninni fara bara og segja bara, netkynning væri hér líka, hægri smetla og bæta fyrirtækinu þínu við hér líka. Og ef við skoðum bara eins og bara þekkt fyrirtæki eins og Krónan, að þá sjáum við að þegar maður smellir á Krónan, þá sjáum við að þeir eru búin að setja sig og taki eftir hvernig það kemur upp. Að þegar maður setur svona, eins og ef þið eru að setja upp fyrirtæki á mörgum stöðum sem heitir sama nafninu, þá fæ ég yfirleitt yfir þetta allt saman. Þið sjáum núna að þegar ég setja inn leitarorðið Krónan, þá fæ ég alla krónuna á þessum stöðum sem eru nálægt mér. Hérna. Og talandi að vera duglegur að setja inn opnunartíma, þá svo þægilegt fyrir viðskiptavini. Ef ég fer í Krónuna sem hérna bara, sem næst mér, smelli hér, þá fæ ég Krónan hér, opið núna og þið sjáu að alla daga opið frá 9 til 21. Þessi texti hérna opið núna, þetta svolítið skemmtilegt að segja frá því að þessi texti breytilegur, það að segja að Google breytir að þegar klukkan 8 á kvöldi til, að ég að fara kannski að skoða Krónuna, þá stendur hérna ekki opið núna heldur að fara að loka fljótlega. Og svo þegar klukkan orðin 9 kvöldið, þá kemur lokað. Þannig að textin breytist. Hérna.
Og ég spurði einu Ólafur. Já. Ef að afþreyingar fyrirtæki með í raun og veru sem svona eina aðalstöð en langar svo að vera með meeting points einhvers staðar, hvernig myndi það skrá það þannig að það færi ekki á milli mála þá hvar skrifstofa væri eða þess áttar? Já, það myndur bara bæta í rauninni, þú hefur alltaf opsjónu að gera þetta nákvæmlega sem ég gerði. Það þarf að hægri smella meeting point og búa til þá einhverja færslu þar og hún má heita hvað sem af því að þú getur rauninni skráð þetta eins og ég sýndi þarna á það þegar þú ert að fara á stað með þetta og sumar upplýsingar þarft ekki að fylla upp í, þú mátt bara sleppa því. En þeir sem eru í ferðaþjónustu og eru til dæmis að búa til einhverja ferðir sem þeir vilja sýna á Google Maps, þá til annar vefur sem að, ef það í lagi, sem sagt að, ef það í lagi því eitthvað vegna að ég kannski sýnin á My Google Maps. Kannski ein spurning fyrst. Já. Ef það orðin til skráning fyrir ferðaþjónustu aðila. Já. Og ferðaþjónustu aðili hefur ekki stjórn yfir henni, heldur bjó Google til eða einhver annar. Já. Óskarðu eftir því að gerast stjórnandi að viðkomandi skráningu? Einfaldasta leiðin væri til dæmis ef að ég ætla að fara aftur hérna á Hellu. Sjá. Svona. Fara hérna til hans Palla og hafið þið komið hingað? Já. Ef ég myndi til þess að vilja hjálpa þeim hérna hjónum að bæta einhver inn hérna, að þá get ég farið hérna að gera breytingatillögu, opna þennan stað aftur, segja bara að þau kunnið ekki og þá get ég farið hérna. Ég ætla ekki að fara lengra sko, en þau þurfa, allt sem ég geri hérna, ef ég geri einhverja breytingu þar að segja, allt sem ég geri þurfa þau að samþykkja. Ég ekki í rauninni notandinn af þessu reikningi, en hann mögulega gæti síðan gefa mér aðgang að reikninginu sínum eða láta mig breyta því, en ég get í rauninni, ég þarf í rauninni ekkert að biðja hann að hann þarf semst ekkert að gera með einhverju meðeiganda, ég get bara farið hérna og breytt þessu. Já, en ef að þú kaupir af Palla og Palli gleymdi lykilorðinu sínu á Google-reikningin og getur ekki fengið það og þú komast yfir þessa skráningu, getur þú gert það? Já, það væri nú örugglega hægt að gera það. Ég hef nú ekki farið þessa leið sko í mörg ár að yfirtaka annan reikning nema þá bara láta hann frá mér alveg heild sína. Þess vegna segi ég sko að það rosalega skynsamlegt þegar maður með rekstur, eins og ég sagði áðan, að vera með bara svona þumlupötu regla, búa til nýtt netfang fyrir Gmailið, að vera með eins og í mínu tilfelli g.netkinning@gmail.com. Þá svo auðvelt fyrir maður að hendurla frá mér sko. Þannig að svona þegar maður fer að stað með þetta, þá ágætt að búa bara til nýjan reikning sem maður þá bara fyrirtækjareikningur. Það margir náttúrulega sem að nota sitt persónulega Gmail. En það alltaf hægt að láta aðra að taka yfir. En nú langar mig að fá bara svona smá upplýsingar varðandi þeir sem ættu að vera með svona færanlegan punkt. Í dag þá ég okkur ákveðnum stað á Hellu, næstu viku þá ég okkur ákveðnum stað á Hvolsvelli. Get ég breytt í eitthvað í þessu eða? Nei, ég held að sko þarna Google Maps ekki alveg komin á þennan stað að þú sett eitthvað deila location en eins svoleiðis sko. Ég að skilja það rétt að þú vilji sko sína location á hvar þú stödd? Já, í rauninni. Já, Google fór á stað fyrir svona 4 árum síðan að þá var meiningin að þú gætir deilt location alveg svo hægt að gera á Messenger og Facebook á símanum að deila skilaboð eða deila staðsetningu klukkutíma eða svo. Google var að fara á stað með þetta en svo í einhverju svona persónuverndardæmi þá hættur við þetta, það var stoppað. Ég veit ekki af hverju það var stoppað, það hefur verið svo flott að geta einmitt deilt location sko. Það sem væri hægt að gera, því að eins og þegar Guðir að tala væntanlega matarvagn sem fer á milli staða, að í raun og veru ef þú átt orðið fyrirtækjaprófílinn og matarvagnin í raun og veru alltaf á fyrirfram ákveðnum stöðum að þá bara að opna og loka eftir því hvar þú ert. Já, og það kannski, Eiríkur, það kannski kemur inn þetta My Google Maps að
að ef þið haldið til dæmis upp í vefsíðu, að vísa viðkomandi viðskiptavinum á vefsíðu sem við erum með, að það hægt að setja þetta, þá hefur maður miklu meiri stjórn á þessu. Já, bara eins og maður myndi nota Facebook sem aðal svona auglýsinga staðinum. Og það gæti maður tengt það við Google Maps eða sko bara Já, eins og gefum okkur upp að ef ég ætla að taka þennan stað hérna, maður sjá, förum bara, ef við ekki að fara á Hótel Hella hérna, tek það sem dæmi, sem hérna, og ef ég ætla að deila þessari staðsetningu á Facebook, eða bara, já, á Facebook-grúpu sem ég er kannski með, að þá myndi ég bara smella hérna og deila, sjá þið hér, og síðan get ég farið í afrita tengil hérna, svona, og þegar ég er búinn að afrita þennan tengil, þá lím ég inn eða peista inn á Facebook hjá mér. Og ég ætla bara að leyfa mér að fara hérna að sjá. Svona, og hérna myndi ég bara, tökum bara hérna að sjá, förum bara hér. Tökum netkynning sem dæmi, hérna, og ég tók hérna staðsetninguna á þannig, ég afritaði tengilinn inn á Hótel Hella, og það sem ég geri bara, fer í Create Post hérna, og eina sem ég geri að hægri smella og gera Paste, og þá kemur staðsetningin hérna, sjáu þið. Og það kemur þetta mynd, það allir lagi, að ef ég fer hérna í Post, ég get alltaf eitt þessu út og eftir, sko, leyfum þess að vera hérna, að þá getur fólk alltaf smellt hérna, eða bara hér, og opnast þá í rauninni staðsetningin sem ég var að peista, sjáu þið, kemur hérna. Er þetta að hjálpa það? Já, það getur maður bara hérna skrifa bara erum staðsett hér og þannig punkturinn og þá svona auðveldara fyrir fólk að fatta hvar við erum. Já, það er bara að smella hérna og deila og það er að sjáðu hérna, senda tengil, það er afrita tengil hér. Það er hægt að fara inn á beint inn á Facebook hérna en ég mæli með að maður hefur meiri stjórn á því að afrita tengilin bara og síðan er þetta að fara hérna í fella inn kort og þetta er svona þeir sem eru kannski að nota Wix eða WordPress að ef þeir vilja fella kortið inn í vefsíðu þá er það hægt með því að smella hérna á afrita HTML og þetta eru þeir sem eru þá kunna að vinna í þessum Wix eða WordPress að þá getið þið tekið þennan kóða og þá er það komið inn á síðuna. Annars er bara tengillin hérna fyrir samfélagsmiðla að hann er hér. Já, þetta getur hjálpað okkur. Það er rosalega þægilegt að til dæmis bara afrita tengilin og kasta í Messenger skilaboð. Þetta myndi hjálpa okkur alveg helling, allavega. Já, gott. Til að byrja með. Já. Af því að ég nota þetta rosa mikið, ef ég er að senda allir staðsetningur minna, ég er kannski ég staddur einhvers staðar út í bæ, þá get ég alltaf í rauninni, það er alveg saman hvað ég er, því að þegar maður er í síman, þá poppa bara upp það sem ég er staðsettur, þá bara smelli ég og deili staðsetningunni hér. Og það er eitt sem er langar að því að við erum hérna á þessu svæði, að þegar ég er hérna, fara á Hótel Hellu og ég ætla að keyra þangað, fara í leiðarlýsingu, og sjá svona, hérna er komið leiðarlýsingu að þá er hægt að sjá hvað er að vera með þetta þá er hægt að deila sko leiðarlýsingunni þegar maður smellir hérna, senda í síman. Þegar ég er búinn að finna eitthvað hérna, þá get ég smellt á þetta og þá get ég rauninni sett yfir í þau tæki sem eru skráð fyrir tölvuna. Og þetta er rosalega þægilegt þegar maður er að vinna kannski í borðtölvu eitthvað staðar og á skrifstofu eitthvað og ég er að fara af stað að keyra eitthvað og þá get ég hendis úr tölvunni minni beint yfir í síman. Þannig að ég leiði þau smelli hérna og þá kemur skilaboð á síman og ég er komin með það sem ég er búinn að vinna hér yfir í síman. En mér langar að fara hérna á
svona. My Google Maps. Það munar það bara, það er ekki Google Maps, heldur My Google Maps. Hérna. Og þá bara smelli ég að byrja hérna. Og þetta eru bara kort sem ég er búinn að búa til sjálfur. En hérna er þetta að búa til sína, það er að segja, ef maður er með þannig rekstur að maður vill, eða ég er að útbúa gönguleið eða eitthvað sem ég vil sína mínu viðskiptavinum, það er þetta að gera hvað sem er, að þá smelli ég bara búa til nýtt kort. Zooma hérna niður og ég get farið hérna í að setja hérna einhverja punkta, eða ef ég ætla að taka hérna bara á Hellu, þið látum bara vita ef ég vil fara einhvern annan stað, ef ég til dæmis tek Hótel Ranga og Hótel Hellu og hægrismelli hérna, svona, þá sjáu ég hef val að bæta við kort. Þá fæ ég hérna Hótel Hella og síðan get ég farið á næsta, ég tek bara eitthvað svona random hérna og þetta verður flugvöllurinn að vera með hérna. Það getur að ég get búið til svona kort af svæðum, nú ef það er eitthvað sem ég er með eitthvað persónulegt, þá get ég bara hægri smelli fyrirgefðu, hérna smelli ég á bæta við merki, sjáu þið. Og þá fæ ég svona, leiðu ég búin að smella hérna, þá fæ ég svona lítinn kross og ég get smellt honum bara hér og þá er ég bara komið með einhvern punkt sem að getur verið hvað sem er. Tjaldstæði og vista. Þannig að þá er ég búinn að taka hérna nokkur svæði og þið sjáu að þá er ég bara með þetta hérna meira svona áberandi í kortinu. Og síðan get ég farið að tjaldstæði mitt á að vera með öðru lit. Það getur að tjaldstæði, málningafata og hérna alltaf hafa rautt, svona. Þannig að þá get ég litað svæðin hérna. Nú síðan get ég farið, það er þetta að gera fullt af hlutum hérna inni. Síðan að ég hef nú takmarkað tíma að þá ætla ég að sýna hérna forskoða, smelli hérna að þá sé ég núna þetta er í rauninni, þannig er ég búinn að búa til mitt eigið kort með vissum stöðum og hérna get ég í rauninni smellt á deila og deilti síðan á Facebook eða fell inn í vefsvæði, deila með tölvupósti, afrita kort, það er sem myndi ég afrita þetta til þess að peista þetta yfir á samfélagsmiðla. Eins og einhver sem er með færanlega rekstur, hann gæti í rauninni sett alla punktana sína á reksturinn og sett þetta upp hérna og deilt þessu korti hvert sem er. Er þetta að hjálpa? Það er líka hægt að teikna inn leiðir, sko. Það er hægt að teikna svona leiðir, svona hjólaleiðir, gönguleiðir, hestaleiðir inn á svona kort. En ein spurning varðandi þetta að vera búið til punkta og geta sett þetta á heimilisföng og svo framvegis. Þarf enginn að samþykkja þetta? Getur maður bara sett fyrirtæki út og suður? Já, þetta er þitt, þetta er munurinn á Google Maps og My Google Maps. Þú ert í rauninni bara að nota Google Maps sem undirlag, en þetta í rauninni fer ekkert inn á Google Maps, þetta er bara þitt eigið. Þú getur deilt í. En þú átt við eins og hundahótelið sem við erum að búa til. Já, eins og hundahótelið. Já. Nei, það getur hver sem er búið til punkta út og suður. Já, það getur hver sem er búið til hundahótel, hvar sem er. Og það fer inn á Google Maps, en þarna var ég að sýna sko ef ég er með hestaferðir eða gönguferðir, hjólaferðir eða bara einhvern svona rekstur sem það er hingað og þangað, þarna get ég búið til, þetta er bara önnur virkni. Það er bara My Google Maps og þá get ég deilt því á vefsíðuna mína, ég get deilt því inn á samfélagsmiðlana, þannig að Google er bara undirlag en ég er að stjórna punktunum mínum, margþættum punktum. Langar aðeins að koma inn á það sem að því ég spurði til dæmis bara sem dæmi, ef ég myndi skýra þetta hérna fyrir ljósmyndara, til dæmis að fallegir staðir fyrir ljósmyndara að fara að heimsækja, þá get ég sett bara myndir og get ég örugglega valið nýtt íkon sko, sem að væri þá að smella hérna og hérna og finna þá eitthvað svona, finna eitthvað íkon sem væri myndavél skiljiði, staðan fyrir að sé eitthvað svona ballún hérna, að þá er þetta að breyta því. Þú getur óskað eftir að breyta, ertu núna á þínu korti? Ég er á mínu korti, en þetta er mitt My Google Maps, þetta er ekki Google Maps sem allir sjá.
Þannig hérna sjáum við hérna mynda bara belju hérna, ég ætla að setja hana og svona, þannig að nú komin belja hérna staðið fyrir svona, sjáum við. Þannig að fyrir þá sem vilja bara auglýsa svæði sitt, ég kannski með hótelrekstur, svo alveg óheyrilega mikið af fallegum punktum fyrir ljósmyndara að fara og taka myndir. Það geti búið til og sendt viðkomandi eða sett á heimasíðuna mína. Mér langaði að koma inn á því ég spurði áðan varðandi ef það eru staðir sem að skráning sem fyrirtæki sjálft hefur ekki búið til, heldur hefur orðið til, að þá ég búinn að sjá að með því að fara bara með öruna yfir viðkomandi fyrirtæki að þá getur maður gert tilkall til fyrirtækisins ef það ekki skráður Google-reikningur á bak við það. Þannig ég hvet að þess að skoða sínar skráningar að inni og ef það skráning sem einhver hefur ekki búið til sjálfur, að gera tilkall til fyrirtækisins þannig að réttar upplýsingar séu til staðar. Já. Bara sem dæmi þetta, þá getur þú klikkað á sundlaugin á Hellu. Sjá. Og ég sé að ef ég ætla að gera tilkall til fyrirtækisins sem ég reyndar búin að óska eftir að þá vildi Google senda mér lykilorð í bréfpósti. Ég held að Google var komið lengra en það. En það af því að það einu upplýsingarnar sem þeir hafa að geta sendt á heimilisfang sundlaugarinnar í því tilfelli. Og það svona bréfpóstur á leiðinu til mín svo ég geti staðfest að ég á þessa skráningu. Já. Mér langar að, Mér langar að ef ykkur kann að spurja hvað verður til þess að fólk skrifar umsagnir hérna. Og þá það þannig í dag að ef ég myndi vilja skrifa umsókn sundlaugina, ef ég smelli hérna, og þetta það sem fólk farið að gera svo mikið, að skrifa skrifa eitthvað upplifun sína, þá get ég skrifa hérna, bara mínu upplifun hvort sem á íslensku eða ensku, skrifa það hér, gefið þessu náttúrulega að sjálfsögðu gefið maður 5 stjörnur hérna og svo get ég, ef ég hef tekið einhverja skemmtilega myndir, þá get ég gert það hér og það hægt að gera þetta í símanum. En af hverju ég að þessu? Það sem notandi Google og búin að eigandi þennan reikningi nokkuð langa tíma, að þegar ég gefi umsagnir og sendi myndir eða vídeo eða eitthvað, að þá fæ ég svona Google stig. Það þýðir að ef Google að gera eitthvað, að framleiða eitthvað, þá fæ ég aðgang að því og láta mig að vita alls konar nýjungum og ég gæti mögulega fengið, maður fær svona goodwill. Það er svona hvatning hjá þeim að fá fólk til þess að setja inn einhverja upplifun, að þá færi það svona eitthvað goodwill í staðinn frá Google. Skiljiði mig. Þannig að þeir eru með hvatakerfi til þess að fá fólk til þess að nota þetta. Nú fer aðeins kannski að styttast í þessu hjá okkur, einhverjar spurningar sem þið hafið til Ólafs varðandi Google Maps? Já, eða bara Google ef það eitthvað sem þið viljið fá að vita Google. Það náttúrulega, svo hérna líka, þetta eru svona 3 plattform, það My Google Maps og svo Google Earth. En einhver með spurningu? Já, ég myndi vilja spyrja einu. Já. Google ekki með veg hérna heim til mín. En gæti ég að fá teiknaðan svona inn á til að senda mínum viðskiptavinum? Það sem sagt vegur? Það vegur. Hann bara alltaf, þeir senda hann hinum með Anna og þá orðið ansi langt. Já, sérðu hérna, þú sér hérna á skjáin hjá mér. Já. Eða væri nú hérna, ímyndum okkar að væri hérna vegur hér, svona. Já. Get ég hægri smelt. Maður sjá. Sá nefnilega einhvers staðar það var hægt að einmitt láta vita að það vanti veg. Maður sjá, bæta við stað sem vantar. Ekki var það hérna. En það sem sagt, ég sá það var hægt að einmitt stinga upp á því að hérna það sé hægt að bæta við veg. Ég var búinn að leiðrétta áfangastöðum hjá okkur. Já. Þannig að ég gæti, ef þið eru með svoleiðis dæmi þar sem að það þarf að leiðrétta leiðir, að þá megið endilega senda það á mig og þá get ég aðstoða ykkur við að koma
þannig að það verði rétt. Þannig að þetta svo mikið notað, það allir með þetta í símanum sínum, þannig að við þurfum að passa að allir komist rétta leið. Google til að velja bara stystu leiðina og stysta leiðina sem ekki alveg svo besta. Það flott að vita það. Svo náttúrulega hérna þegar maður staddur hérna á þessum svæðum hérna og ég sé hérna göturnar, ég veit að það eru margir sem vita af þessu en það ekkert allir sem vita, það hérna lítill kall hérna, sjáu þann. Lítill karakter hérna undir, svona gulur kall hérna, ef ég smelli og ég þarf að halda honum inni, ef ég smelli og drega hann inn á kortið og takið þá eftir að hann dinglar hérna svona, ég sleppi semst ekki músinni, ég held músar vinstri taka honum inni og það sem kemur þá blátt í staðinn, svona bláar götur, að þá get ég sleppt kallinum og þá fæ ég Google Street View, svona. Og til að fara tilbaka þá smelli ég hérna, þannig að það alltaf hægt að taka gula gaurinn hérna og draga hann í rauninni hvert sem og það svona munur á hérna myndinni, það þessi bláu línur hérna, það eru vegir, og síðan aftur á móti litlu bláu hringirnir, það eru ljósmyndir, þannig að ef ég ætla að skoða þessa 360 gráðu ljósmynd sem hefur verið tekin hérna við ána, þá smelli ég bara, eða sleppi hér, þannig hérna ekki leiðarlýsing, hérna get ég bara séð einhverja myndir sem hafa verið teknir í 360 gráðum inni. Þannig að það svolítið gaman að vita allavega af þessu, að geta sleppt þessu hérna og skoða einhverja myndir hérna, svona. Þessar myndir eru þá bara eitthvað sem gestir staðana hafa verið að taka í raun og veru? Já, með 360 gráðu myndavél, þannig að það bara 360 gráður, eða myndir, almennt bara myndir held ég, það ekki alltaf verið 360 gráður, en þetta punktarnir eru myndir. Það til dæmis hérna, þegar maður fer kannski til, maður sjá, þegar maður skoðar hérna Þýskaland sem dæmi, sjáu þið, að þá ef ég dreg hérna gula kallinn og þá sjáu þið að Þjóðverjar hafa ekkert verið sérstaklega duglegir að leyfa Google Street View að taka myndir hjá sér. Það er hægt að skoða Berlín og fara inn í borgina en annars það ekki, en í staðinn er hægt að skoða ljósmyndir, sjáu þið. Þannig að maður öll önnur svæði, ef maður dregur gula kallinu á Evrópu, þá sjáu öll Evrópa nema Þýskaland, rosalega mynduð. Og ef maður skoðar bara Ísland, svona, dregur hérna gula kallinu á stað, að þá sjáum við allt leiðarkerfi á Íslandi sem búið að mynda. Þannig að það alveg sama hvar ég slepp honum hérna, setjum bara hérna norðausturhornið og þá ég bara komin einhvers störu upp á Öræfi, sko. En þetta bara gott að vita hvað þessi kall að gera hérna. Já, nú ætti allavega flestir að geta, sem á fundurum, farið yfir sínar skráningar á Google og einst á nýskráð ef það er eitthvað sem þarf að laga. Mæli með því að þeir sem ekki eru búin að gera tilkall til síns fyrirtækis búið sér til Google reikning ef hann er ekki til og geri það, þannig að fólk geti haft stjórn á sínum upplýsingum. Já, vera bara alveg óhræddur við að nota hægri smellið, bara fara hérna og finna stað, hægri smella og þá sjáu þið hérna kemur á felligluggi hvað er hægt að gera á staðnum sem þið voru að hægra smella á. Er einhverjar spurningar til Ólafs, eða mín, að lokum? Ef ég má bara aðeins, þá vil ég nú byrja á því að þakka fyrir bara frábæra kynningu og ég held að þetta er eftir að hjálpa allavega mér og okkur mjög mikið og ég trúi öllum sem eru í svona ferðaþjónustu hérna á svæðinu. Og það er náttúrulega mjög gott að geta leitað til fagaðilega með þessa hluti. En fyrir mig þá ætlaði ég að svona bara árétta í sambandi við hvernig ég ber mig við að laga mín mál í sambandi við þetta. Er það rétt skilið hjá mér að frekar en að fara inn á reikningin sem ég er með fyrir tölvupóstinn minn og setja hann inn í þetta hlutverk að þá er betra hjá mér að búa til nýjan reikning bara fyrir ferðaþjónustuna hvað þetta varðar. Að koma öllum staðsetningamálum á hreint.
Sko, já, þú ræður því en ég mæli með því að aðskilja persónulega reikningin frá fyrirtækjareikningnum og svo bara ef það verða breytingar að þá getur maður alltaf sko látið einhvern annan taka yfir fyrirtækjareikningnum eða svara pósti fyrir sig af því að þá maður ekki að blanda þessu persónulega við vinnuna. Þannig að endilega búa bara til einhvern svona vinnumeil sem tengist fyrirtækinu og stjórna öllu þaðan. Af því að það svo gott upp á framtíðina að geta átt alltaf sinn Gmail-reikning bara svona persónulega. Þannig að maður kannski að gera ýmislegt og maður kannski í einhverju rekstri einhvern x tíma og svo kannski verða breytingar að þá tengist það ekkert eitthvað persónulega reikningnum. Þannig að hann alltaf persónulegur. Það alltaf, það má eiga sko marga, það engin kvóti á reikningunum á Google, það má eiga marga. Takk. Ég sjálfur sko, ef ég held á það, ég sjálfur held ég með einhverja 8 Google-reikninga. Það tengist netkynning og svo fjarkennsla og svo ég meitt sem heitir Vigo Media sem tengist öðru. Þannig að það svona, ég nota marga reikninga þannig að maður getur verið með þetta allt aðskilið. Það rosa þægilegt. Ég vil nú þakka þér, Engilbert hérna, ég vil nú þakka þér líka og taka undir með Viðari. Þetta var mjög þarft fyrir okkur að fara yfir þetta hérna. Við erum nú ekki öll hérna alveg í þessu alla dag og kannski erfitt að taka þetta allt svona 1, 2 og 3 en þess, þú sagðir að þú væri með þessu netkynningu, þessu kynningar eitthvað aðgengilegar eins og þetta sem þú varst að fara yfir á þínu hérna, heimasíðu? Nú spyr ég bara svo sem ekki veit. Sko, ég var að gera hérna breytingar á síðunni, þannig að við getum, ef ég sýni bara síðuna sem ég er með persónulega, þá þetta að fara hérna í gerð kennsluefnis og það þetta að fara nánar að bóka, og þetta ekki að fara að bóka neitt, en það þetta að smetla samt hér og þá erum við með Google námskeið hérna sjáðu, þetta bara sína í rauninni þau námskeið það sem ég hef verið að vinna, þannig að ef við fyrir Google námskeið þá þetta hérna opið öllum, þannig að hér ég bara með námskeið, hvernig það rosalega mikið undir húddunni hjá Google hvernig hún leitar, það er miklu meira heldur en bara að setja einhver texta, þetta gera svo margt í leitavélinni. Og þá ég bara með kennslu, vídeókennslu hérna, hvernig þetta gert. Í þessari kennslustiklu ætla ég að sýna þér hvernig þú getur notað alls konar leitarskilin. Þetta frábært. Þá ætla ég að segja bara hérna ný ríkisstjórn. Eins þessi fundur tekinu. Hérna við þetta. Nú síðan var ég búinn að gera eitthvað tíman hérna því að það kemur inn í þetta Google Maps. Svona. Þá þetta hérna í bítið Bylgjan. Við bjóðum þetta til hérna þegar Bylgjan fór aftur í sjónvarp á COVID-tímanum hérna fyrst. Þá gerði ég hérna kennsluefni með þetta Google, að því að tala um þetta Google Maps, AR eða Augmented Reality, þá ég hérna að sýna í rauninni hvernig þetta að nota Google Maps í símanum. Þannig að endilega, þið bara farið og skoðið þetta, þannig að það sé þetta það fullt af kennsluefni sem opið, sem bara öllum ókeypis. Svona. Frábær þjónusta. Já, takk fyrir þetta Ólafur, en það sem ég ætla að bæta við að þessi fundur líka tekinu upp og kynningin þessi verður svo aðgengileg fyrir ykkur og ég mun bara búa til YouTube-slóð fyrir kynninguna þar sem fyrirtæki í Rangárþingi Ytra geta þá óskað eftir að fá kynninguna að senda til sín. Eitthvað fleira? Kannski getur ekki bara senda það á hópinn hérna upptökun af þessu? Jú. Það svolítið gaman að sjá hann Gunnar hérna með headphone-in sinn, það eins og sé þyrla ofan á hausnum á honum. En annars vil ég bara þakka fyrir góðan fund og góða kynningu, Ólafur. Já, bara takk fyrir mig. Ef það einhverja spurningar, hvort sem til mín eða Ólafs, þá getið alltaf sendt á okkur. Við sjá Ólaf nálgist á netkynningu.is og þau veitir hvað mig að finna. Þannig að mér langar bara að þakka fyrir fundinn og þið munið sjá frá þessum verkefnum sem ég sýndi inn í hópnum ferðaþjónustuaðila í Rangárþingi Ytra og bara óska eftir því að allir fari yfir sína skráningar. Þannig að bara takk fyrir fundinn.